Ég held að samtökin 78 hafi haft gríðarleg áhrif á allt hinsegin fólk á Íslandi. Það eru þau sem að opna umræðuna fyrir 40 árum síðan, þegar að viðhorf hér var bara virkilega fjandsamlegt. Íslenskir hommar og lesbíur voru flóttafólk í Kaupmannahöfn, flúðu héðan og komu sér fyrir þar sem að samfélagið var örlítið betra. Staða hinsegin fólks á Íslandi hefur kannski aldrei verið betri. Á sumum sviðum höfum við náð mjög miklum árangri. Það hugsa ég sérstaklega til dæmis fjölskylduréttindi, réttindi til hjúskapar, til að eiga og ala upp sín börn. En svo eru önnur svið þar sem við erum komin skemmra á veg. Það sjáum við til dæmis að í tilviki flóttafólks og hælisleitenda, fólk sem kemur hingað í leit að alþjóðlegri vernd og í sumum tilvikum sent tilbaka í mjög ótryggar aðstæður. Og svo hugsa ég líka málefni trans- og intersex fólks, réttinn til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir það hvernig maður er skráður eftir kyni, málefni eldra hinsegin fólks. Þessi eru mörg dæmi að eldra hinsegin fólk missi tengslin við samfélagið og jafnvel hverfa aftur inn í skápinn á sínum efri árum vegna þess að það finnur sér ekki samastað og upplifir ekki öryggi í samfélaginu. Ég held að réttindabarátta hinsegin fólk sé að mörgu leyti dálítið sérstök. Við erum að tala réttindabaráttu, fólk sem hefur verið beitt misrétti, svo árum og áratugum skiptir, en ákveður samt að keyra það á gleðinni, samanber gleðigönguna. Þema hinsegin dag í ár er baráttu gleði og það er bara algjört must að geta glaðst yfir því bæði sem hefur ánjast, en líka til þess að benda á það sem verður að fara betur. Baráttan er ekki búin fyrir að við erum öll frjáls, fyrir að við getum öll verið örugg. Þetta er 6 daga mannréttinda menningar veisla þar sem að allir ætti að geta fundið eitthvað við sitt hæfi.